Góða kvöldið, kæru áhorfendur, og verið velkomin með okkur hérna á IATV í Akraneshöllina. Hér framundan í kvöld, lengjudeild kvenna IA Fram. Lengjudeildin komin á stað, búnar 2 umferðir og virðist ætla að fara ansi jafnt á stað. Það er raunin bara 1 lið í allri deildinni sem ekki komið með stig eftir fyrstu 2 umferðirnar. Það IBVF sem að sitja á botninum með bara 0 stig. IA með 1 sigur og 1 tap. Sigruðu Grindavík hérna í fyrstu umferð en töpuðu síðan fyrir Fjarðabyggð Hetti Leikni fyrir austan þar síðustu helgi og 4-3 í ansi spennandi leik. En Framliðið byrjaði á að vinna IR 8-2 í fyrstu umferðinni en gerði síðan jafntefli með Selfoss í annar umferðinni 2-2 og þetta er hörkulið. Framliðið situr þar af leiðandi efst með 4 stig líkt og Fjarðabyggð Höttur Leiknir og Afturelding, en með bestu markatöluna Skagaliðið kemur síðan efst af þessum liðum sem eru með 3 stig sem eru IA Grindavík og IR, en það er einfaldlega bara á flestum skoruðum mörkum. En þetta Framlið gífurlega sterkt, mikið lagt í kvennaliðið þarna hjá og mikið lagt í kvennaliðið hjá Fram, miklu tjaldað til og já, mikið aðkeyptum leikmönnum og svo framvegis. En Skagaliðið svona heillaði okkur hér á móti Grindavík, en lendu síðan á vegg svona í smá upp. Það lendu í móti Grindavík í bikarnum og fjallu út eftir vítakeppni sem að svona allavega kom mér svolítið óvart. Þetta var reyndar útileikur á móti Grindavík í leikurum var spilaður í Safamýrinni, sjálfsög ekki í Grindavík. Í Safamýrinni var sá leikur en af því að kemur mér á óvart því að í þessum deildarleik á Grindavíkur þá virtust Skagaliðið hafa töluverða yfirburði yfir liðið, en við skulum renna yfir byrjunarliðin. Khalil Keswar í markinu, nummer 12 hjá Skaganum, Madison Brooke Schwarzenberger, nummer 2, nummer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, nummer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, nummer 9 Erna Björt Elíasdóttir, nummer 10 fyrirliðin Bryndís Rún Þórólfsdóttir, nummer 11 Juliana Marie Pauletti, nummer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, 27 Elvíra Agla Gunnarsdóttir og nummer 53 Vala María Sturludóttir. Þetta er að verða kunnulegt lið. Hjá Fram í markinu nummer 1 Liliana Marie Berg, nummer 2 fyrirliðin Erika Rún Heiðarsdóttir, nummer 6 Emma Björt Arnarsdóttir, nummer 7 Alda Ólafsdóttir, fyrirleikmaður Fjölnis, spilaði með Fjölni á síðasta tímabili ef ég man rétt. Muriel Tyrnan, nummer 9, það leikmaður sem við þurfum að fylgjast með. Marka hæst í deildinni, Eva Stefánsdóttir, nummer 11, Mackenzie Elise Smith, nummer 13, Silvía Birgisdóttir, nummer 26, Irena Björk Gestsdóttir, nummer 29, Telma Steindorsdóttir, nummer 35 og nummer 77 Eirún Vala Harðardóttir. Og varamannabekkirnir eru skipaðir svona. Á bekknum hjá Skaganum varamarkmaður Salka Hrafns Elvarsdóttir, síðan Birna Rún Þórólfsdóttir sem hefur nú verið í byrjunliðinu í fyrstu leikjónum í vor, en Anna Þóra kemur í hennar stað. Kolfinna Eir Jónsdóttir, Dagbjört Líf Guðmundsdóttir, Lilja Björk Unnarsdóttir, Ylva Laxdal Unnarsdóttir og Telma Björk Rafnkelsdóttir og skarpiðin þjálfari Þóra Rún, Þórdís Embla, Birna Kristín, Þóra Björk, Ólína Sif, Katrín Ásta og Telma Lind á bekknum hjá Fram, og Óskar Smári Haraldsson þjálfari. Dómarar í kvöld Ágúst Hjalti Tómasson og Þórarinn Einar Ingibergsson eru aðstoðdómari 1 og Vignir Freyr Magnússon. Já, ég ætla bara að uppljóstra því hér, Austfirðingur eða Austur héraðsbúi og kominn í dómarasetur greinlega svo Karl faðir sinn Magnús Jónasson fyrir markmaður hattaliðsins til margra ára. En ég sjáum við Skagalið hér á eftir. Ætlar hann líkt og síðast þegar við sendum hér út frá kannaliðinu. Aron Ímir Pétursson ætlar að koma og vera með mér hér á eftir. Hann er aðeins á 3. vaktinni núna, en mun skila sér í hús. Hann er búinn að staðfesta það og ég hlakka bara til þess að sjálfsögðu. En
mikilvægur leikur framundan, framliðið alveg án efa, sennilega eitt af þeim sterkari í Lengjudeildinni á þessu tímabili. Og ætli skaliði sér eitthvað í deildinni í sumar, að þá þarf að standa í liði eins og Fram, og ég tala nú ekki á heimavelli. Í rauninni ætti að vera krafa stig eða helst sigra hérna í höllinni, sem að hefur nú iðulega gefið ágætlega skagaliðinu, kvennaliðinu hjá IA. Og hér sjáum við nú einn af liðstjórum Framara, skagamönnum góðum kunnur, Bjarki Aðarsteinsson. Og miklar skagatengingar. Anita Lísa, sem fyrrum þjálfari IA, er einnig fyrrum þjálfari Fram. Þannig að það eru ýmsar tengingar hér. Og Erla Karitas komin í liðið, var á bekknum hér síðast, ef ég man rétt, gegn Grindavík. Ég hitti Skarphéðinn Magnússon hérna fyrir leik og hann tjáði mig nú að leikmannahópur IA er nú nánast meiðslafrýr. Þannig að hann hafði úr nánast öllum að velja hér í dag. Og sem er náttúrulega bara, sem er frábært. Þá er allt að verða klárt hér. Það er framliðið sem að hefur leikinn og þetta er komið á stað. Og kemur strax langur bolti hérna Fram. Selma Dögg, sterk, skallar þetta frá. Boltinn berst síðan á Mattisson, sem að virðist vera nú þarna í miðri vörninni ásamt Önnu Þóru. Gleymum því ekki að Mattisson, svona allavega það sem ég hef séð að henni, og hefur mér fundist nýtast liðinu betur sem miðjumaður, en sjálfsögðu frambærilegar hafsend einnig. Selma spilnir þessu frá, boltinn best hérna fram á Öldu. Hefur nú reynst skagaliðinu erfið hérna. Það var nú reyndar ekki, hún er í búningi númer 3, það er áhugavert. Það er nú alveg örugglega að þetta sé Alda Ólafsdóttir númer 3 þarna. Það er númer 7 á leikskýrslu hins vegar. Ég ætla bara að gefa mér það. Framherji mikil markamaskina í kvennaboltanum. Alda var nú ekki langt frá því sem manni skildist að koma og ganga til liðs við skagalið fyrir þetta tímabil, en ég ætla ekki að segja upp úr sauðin, upp úr slitnaði, hins vegar hefum verið. En Kilíl Kösvar spilar hér frá marki. Anna Þóra meðan langan, Erla Karitas gengur ekki. Bryndís kemur meðan langan, Erna Björt fer undir þennan, tekur hann niður, vel gert hjá Ernu. En fín pressa hjá frömmurum. Silvía síðan með boltan tilbaka á Berg í markinu. Og þessi bolti beint af Bryndísi Rún sem að skallar hann fram á við. Silvía aftur, fær hann aftur hérna. Alda nær að snúa, sendingin upp í hornið. Eyrún Vala í fyrirgefa stöðu hérna og beint á Mattisson. En nær boltanum aftur. Spila hérna út til hægri. Írena kemur þessu inn á teiginn. Elvíra sýndist mér koma þessu frá. Mackenzie Smith tilbaka, boltinn aftur inn á teiginn. Anna Þóra skalla frá. Skagaliðinu gengur illa að koma þessu í burtu. 4 bláar treyjur inn á teig hér. Kemur boltinn inn á markinu og Alda! Nei, þarna hefði maður nú oftar en ekki séð Eldu Ólafsdóttir klára þetta með marki. Dauða færi
sjáum hana hérna grunnsanlega laus hérna á milli Önnu og Mattisson. Það nú eitt af því sem einkennir góða framherja, það að staðsetningarnar finna þetta pláss á milli miðvarana eða milli miðvarar og bakvarar. Khalil með langan fram, Sunna fleytir þessu áfram á Ernu Björt. Vala leggur hann tilbaka á Bryndísi. Bryndís skiptir í fyrsta hérna yfir á vinstri kantinn. Þar Erla Karítas fyrir í árásina inn á teiginn síðan. Það ná að koma þessu frá. Sunna fyrir í pressuna. Erla Karítas kemur í pressuna líka, vinnur boltan og brotið á henni hérna síðan. Leikurinn heldur áfram. Selma inn á Ernu. Tekur hann á kassan, missir hann aðeins frá sér. Vala María gerir þetta frábærlega. Vala nálgast endamörkin hérna. Kemur með boltan inn á teiginn en þetta fer beint í fangi á Liljönu Berg. Sem snögg að koma þessu framvöllin. Frábærlega gert hjá Mattisson sem kemur boltanum á Sunnu. Hún á Bryndísi. Bryndís tilbaka á Selmu. Sendingin frá Selma ekki nákvæm, Bryndís síðan tæklar þetta en út af. Selma tilbaka á Önnu, Anna kemur með hann langan fram, Erna Björt eftir þetta. Erna Grimm setur hann á Júlíönu, Júlíana fer síðan í skotið. Þetta framjá, ágætlega gert. Ágætis áræðinni í þessu. Vel gert hjá Ernu Björt hérna. Hún að búa sér til fínt pláss og Júlíana í rauninni ágætis stöðu hérna en nær ekki að stýra þessu á markið. Liljöna Berg með spyrnuna beint á kollinu á Júlíönu. En framarar sendingin fram, Mattisson á réttum stað þarna og kemur þessu út af. Vala á Ernu Björt, hún tilbaka á Júlíönu. Júlíana áfram yfir til vinstri á Erlu Karítas. Erla Karítas lítur yfir til hægri aftur. Vala María, þessi sending aðeins svo framalega fyrir hana. En hugmyndin fín. Framarar ná ekki að spila þessu út úr þessu núna. Fínasta pressa hjá Skagaliðinu er að halda framurum hérna framalega. Selma með sendinguna inn að markinu. Þetta er erfitt. Þetta er kannski óþarf að fara í einhverja úrslita sendingu akkurat þarna. Þá er Aron Ímir Pétursson mættur hér og að koma sér hérna fyrir. Og bjóðum hann hjartanlega velkominn. Velkominn Aron. Þakka þér fyrir. Ég er búinn að vera aðeins að fara yfir þessi leikur fer nú ágætlega svona á stað. Þetta eru svona stöðubaráttar svolítil en þetta framlið gífurlega sterkt. Ég hef svo sem komið að því að þetta er sennilega kannski með sterkari liðunum í deildinni. Og eitt af þessum liðum sem að Skaginn þarf að vinna það er ætla sér að vera í toppbaráttunni. Já, allavega sóknarlega. Þetta er eitt sterkasta sóknarlið deildarinnar. Selma kemur þess á Júlíönu, fít snúningur hjá henni og út til vinstri Erla Karítas. Og það boltar að koma inn í. Kemur boltan inn á teiginn, skalla frá. Selma
Já, hendi dæmt hér á Öldu. Fýtt kraftur í þessu. Og það Sunna Rún sem að tekur spyrnuna. Það hefur nú ýmislegt gengið á hérna síðan við vorum hérna síðast. Heldur betur. Komist áfram í byggarnum og svo duttar út úr byggarnum og tap fyrir austan. Já. Sunna með sendingunni inn að marki. Berg í smá vandræðum, ekki dæmt þetta Caritas, nær ekki skoti á markið. Og þá koma Framarar, en vel gert hjá Elvíru Öglu sem er búin að koma virkilega sterk inn í þetta tímabil. Koma sér á fjær. Erna Björn. Erla Caritas er í hinum megin, hún er fær boltan inn á tegnum, engin rángstaða, nær ekki að koma skotin á markið. Og Hann gert. en þetta var ansi fínt færi sem að sjáum bara hérna, hún nær einhvern veginn ekki hreinu skoti á markið, þannig að hann á að koma þessu frá. Erla Caritas fellur við, hér ekki dæmt. Boltinn fram á Tyrnan. Smith skiptir yfir. Eva að nálgast teiginn. Missir boltan hann fram frá sér. Boltinn síðan inn á teiginn og Kilill kemur þessu frá. Þetta er fram og tilbaka. Já. Sjáum þetta. Sjáum að það er spurning hvort að Elvíra þarf ekki að stíga fyrr þarna upp á mótinni. Vala María var á eftir henni. En fyrsta hornspyrna fram í leiknum. Sýnist að vera Írena Björk sem að ætlar að taka hana. Nú þarf að dekka vel Öldu og Múriel. Þær eru rosalega sterkar í fyrstu leikatriðum. Taka stutt. Sendingin síðan tilbaka. Eirún Vala fer bara í skotið, en vel var hjá Kilill. Hélt þessum. Svo sem mikilvægt. En ágætlega útfærið hornspyrna hér. Ég bjóst við honum inni. En skotið engan veginn nógu fast að þessu færi til þess að Kilill yrði einhverju vandræði með þetta. Anna Þóra reynir að senda hann tilbaka, Alda gerir vel. Og Anna gerir það svo sem líka. Og já, yngast sem að skæðanum er dæmt. Ég sá nú svo sem ekki hvort að hann átti viðkoma aftur í Öldu þarna. En þetta hefur svona, þessar fyrstu 10-11 mínútur hafa verið svolítið Framar byrjuð að pressa, svo kom Skalið og pressaði og núna virðist vera komin svona flóðið standa í hináttina akkurat í augnablikinu. Erna vinnur vel tilbaka. Frábærlega gert hjá Ernu Björk. Virkilega vel gert. Erla Caritas kemur utan á hérna vinstra megin. Fer í árásuna, sendingin á Ernu Björk. Vala með nóg pláss hér. Og tilbaka. Elvíra hárboltinn á teiginn og Berg hikaði þarna í markinu. En það ná að koma þessu frá og þetta er vel leyst. Já, þannig að frá því ég settist þetta þá hefur við verið töluvert sterkara liði. Þannig að þetta er bara góður kraftur í þessu, vel gert. Ég hef komið inn á það áður hérna í vor að virðist vera að Skalið sé virkilega góðri þjálfun og ég var einmitt að koma inn á það einnig áðan að hérna, Skarphéðinn sagði mér einmitt að hann hefði bara úr öllum hópnum að velja sem er náttúrulega líka kannski ákveðið merki líkamlegt ástand leikmanna hópsins. Já, þær eru í toppformi og mikill kraftur. Þannig að þetta tímabil fer bara vel á stað þrátt fyrir kannski svekkjandi tap á Reyðarfirði. Júlíana aftur á Selma séðan með hann háan inn á teiginn. Þá kom hann svo frá.
Alltaf best til Elvíru sem hann tekur hann inn í fyrsta og Erla Karítas hlýtur að vera rángstæð, já, hún það. Hélt hann alltaf að sleppa þessu. Það eru fleiri leikir í Eldisvíkvæðinni, 4 leikir í lengjudeildinni í dag. Lengjudeild kvenna þarf að segja. IBVF tekur á móti Gróttu, eða tók á móti Gróttu klukkan 6. Selfoss tekur á móti IR. Sá leikur hófst klukkan 18:15 og síðan einnig klukkan 19:15 sem á sama tíma þessi. Afturræting Grindavík. Og svo hér IA fram á morgun, síðan HK og Fjarðabyggð Höttur leiknir. En þessi deild virðist vera að fara mjög svona áhugavert á stað. Það eins og ég sagði þannig að það eru eftir 2 umferðir, það eru öll lið komið stig nema 1. Það er IBVF. Sem er mjög áhugavert. Já, sem er mjög áhugavert. Og þannig að þetta er ótrúlega jöfn deild, ótrúlega skemmtilegt og það verður mjög stutt á milli neðst á efsta liðsins. Ég held að það sé nokkuð ljóst því að bara eins og með hvernig Lengjubikarinn spilaðist þá er öll lið bara að vinna öll, eins og IR tók IBVF og já, eftir að hafa tapað 8-2 í fyrstu umferð fyrir Fram sko. Já. Þannig að ef að það segir kannski eitthvað munin á Fram sem situr á toppnum núna og IBVF sem situr í neðsta seti en þetta er náttúrulega engin leið að spá í þetta svo sem eftir svona lítið en ég man ekki eftir að sko oftar en ekki hafa verið fleiri lið með 0 stig eftir 2 umferðir. Já, og oftar en ekki eitthvað lið með 0 stig eftir 9 umferðir. Já, einmitt. Og ekkert lið með fullt úr stiga. Það finnst mér líka mjög áhugavert. Það þurfa gríðarlega skemmtilegt til. Já. Það er boltinn. Býtum við, boltinn fór, hann fer út á hér. Elvíra sem að kastar inn fyrir Skan. Skynsamlega gert, bara losa pressuna. Þetta er já, þeir sem hafa oft hlustað á mig lýsa hérna í höllinni vita alveg hvaða skoðun ég hef á þessari reglu og hún er mjög sérstök. Já, þetta er mjög skrítið og einmitt, ég veit að mörgum fannst áhugavert að því að Skagaliðið, náttúrulega kallaliðið, þurfti að byrja að spila í bestu deildinni hérna inni. Og þá var þetta aðal umræðuefnið sko, hérna að leikur í efstu deild kalla þurfi að styðjast við svona reglu en reyndar ótrúlega sjaldan í þessum leikjum sem að já, það var bara undir lokin í FO-leiknum sem að boltinn fór 2 og 3 var hann upp í. Já, frábærlega gert Alda að sleppa hérna í gegn Mattisson á eftir. Leggur hann út í tegin, Elvíra vel staðsett hérna og Bryndís síðan hreinsar þetta frá. Erna Björk nær ekki þessum. Svo ég sagði það, en þetta er frábært sóknarlið þannig við þurfum að verjast almennilega. Smith en Júlíana hefur betur, Bryndís gerir þetta frábærlega. Bryndís reynir að finna Erla Karítas, gengur ekki. Eyrún Vala tilbaka. Smith á Höldu og Tyrnan leggur hann út til vinstri, boltinn inn á tegin síðan, Elvíra vel staðsett og Júlíana síðan heyrðir hann hérna á miðsvæðinu. Vala skiptir yfir til vinstri á Selmu. Selma á Erlu Karítas. Skiptingin yfir á Völu, gengur ekki. Írena Björk á undan í boltan. Alda gríðarlega sterk og Anna Þóra þarf í rauninni bara brjóta á henni þarna. Þessi leikur hefur verið mikið fram og tilbaka. Mjög mikið fram og tilbaka. Og hvort að Alda ætlar að taka þessa spyrnu bara sjálf. Sýnist það. Þetta er ágætis færi, þetta er nú alveg skotfæri.
Alda með spyrnuna, himinhátt yfir. Ekki í þeim gæðaflokki sem ég bjóst við svona fyrir fram. Nei. Og hún kannski líka, ég veit það ekki. Sem bara fínt. Já. Spila Skagalið út, tæpsending tilbaka hérna, Mattisson. Lenda nú saman hérna hún og Alda. Það sýnist að Alda hafa fundið meira fyrir því. Hún liggur eftir. Selma. Erla Karitas með pláss hérna. Stingur í áttina Júlíönu en á að skalla þetta frá. Emma út til vinstri. Selma á Júlíönu og góð hugmynd þarna en vel lesið hjá vörninni. Eirún fín pressa hjá Júlíönu hérna en Telma sterk á boltanum hérna. Ennþá með hann. Kemur hann háan hérna. Núriel Mattisson gerir þetta frábærlega. Og hvað er hér? Aukaspyrna dæmt, já, vel dæmt. Þessi sending aðeins og framalega fyrir völu. Þetta 20 mínútur liðnar hérna, Aron. Já. Sáttu með það svona síðan hingað til? Já, ég er bara mikill kraftur og ákveð í þessu. Eins og segir, við þurfum bara að passa varnarleikinn og passa að gefa ekki færi á okkur. En heilt yfir finnst mér að hafa verið svona með yfirhöndina, fengi besta færið allan sem ég hef séð og bara halda áfram aðeins og hára þessi eins og tölum formi, það er það gott að við eigum að geta spilað þessar ákveð allan leikinn og ég efast að framliðið geti spilað þessar ákveð allan leikinn. Þannig að Býtum við, það er unnu, hvaða lið unnu er aftur í byggarnum hérna í umferðinni á undan, var það Gróta? Framararnir? Nei, Skagaliði hérna, áður að það er svona... Selfoss. Selfoss sem þetta, já. Ég heyrði nú hlaupatölur úr þeim leik. Já. Það var nú reynda framlengdur, en við veitum hvort að áhorfendur gera sér grein fyrir hversu mikið hlaup eiga sér stað í svona leik að ég heyrði að því að Selma Dögg hérna vinstri bakvörður hefði hlaupið einhverja 17 kílómetra í þessum leik og Bryndís Rún litlu minna á miðjunni og það var líka ótrúlegt að fylgjast með framleggingun í þeim leik. Hún var fram og tilbaka, bara mjög ólík þeim framleggingum sem maður hefur séð, sem eru oft svona lokaðar og leiðilega. Hún var bara framleggingin í þeim leik var frábær skemmtileg. Já. Og já, í rauninni alveg ótrúlegu tempói sko líka bara með árstíma. Heldur betur. Heldur betur. Það sko engi krampar og ekkert vesen. Nei, þetta er... Grasið er svona sæmilega þurrt reyndar, völlurinn ekki mjög þungur. En fyrir hálfleikur að verða hálfnaður og staðan er þá 0-0 hérna. Skagaliði kannski með svona heilt yfir örlitla yfirburði en ekki mikla þó. Selma fram á Júlíönu, frábærlega gert hjá henni, virðist nú vera brotið á henni en ekki dæmt. Erla Karitas inn á Ernu Björt, Erna nær ekki að komast í þetta. Alda skiptir yfir til vinstri. Eva fær boltan til sín aftur. Nálgast teginn fyrir skoti en það er vel framhjá. Það eru skein á þetta svona á þessum í svona hröðu upplöfum. Beinskeyttur leikstíl, alveg klárlega. Þetta er ekkert ósvipað og Grindavík var að gera hérna fyrir hvað, 2 vikum síðan. Já. Kilil spyrnir langt frá marki í sínu. Finnur kollin á Júlíönu sem að framlengir á Ernu Björn. Vala úti hægra megin. Nálgast teginn.
Finnur ekki fyrirgjöfina, alveg strax allavega. Kemur með hana núna, Erna Björt í baráttunni en það ná að skalla og ráðstæða dæmt á Ernu Björt líklega. Finnst mér líklegt. Hann mótmæli þetta ekki. Nei. Sjáum hana, já hún ansi innarlega, þetta sennilega réttu dómur. Það verður bara að segjast eins og En svona ágætlega gert þarna svona fram að þessu að finna hvernig boltinn barst í rauninni til mögulega út á hægri kantinn eftir markspinnu. Já. Skilja vel gert. Og þetta virðist vera bara sama á móti Grindavík. Það hann að Vala að koma sér í fyrirgefa stöður, hægra megin aftur og aftur. Páletti tilbaka á Mattisson. Sendingin hérna inn fyrir á Ernu Björt. En Erika Rún fyrirliði lesa þetta og kemur þessu frá. Ágætlega mætt. Já. Í höllina hérna í kvöld. Vala kemur tilbaka á Elvíru. Elvíra síðan inn á teiginn. Berg hikar enn og aftur. Og Írena Björk kemur þessu síðan á endanum frá. Undir mikilli pressu frá Erlu Caritas. Kannski skalið búið að svona opinbera einhvern svona veikleikapínu hjá henni Liljónu Berg. Þessir háu boltar, hún hikar mjög. Þessir hangandi krossar. Mjög djúpt á vellinum. Já. Sunna aftur á Selma yfir á fjársvæði. Vala tekur hann, reynir skotið í fyrstu tilraun en það er kannski hægt að reyna að taka niður hérna. Tekur sér ágætis tíma í þetta. Já. Og það stilla sér ekki einu svona eins og að sé að reyna að spila út. Nei. Bara. Það er nú orðið æ sjaldgæfara að sjá. Bryndís. Það kannski bara hugnast ekki að vera undir þessari pressu hjá skaliðinu. Selma og farið í hana hérna en leikurinn fær að fljóta, skulum orða það þannig. Hún dæmi þetta mjög vel. Já. Unnum boltan hérna hátt á vellinum. Bryndís, aðeins sendi ekki fyrir aftanvölu en hún tilbaka á Elvíru, Elvíra á Bryndísi. Elvíra, þetta er skemmtilega að spila. Vala, Elvíra tekur hlaupið upp í hornið en vel lesið hjá Eriku. Ólík lið margt. Svona samkvæmt mínu kokkabókum nú ekki margir uppaldir framarar í framleiðinu. Nei, þetta ekki líka Frábærlega gert, Erna Björt aftur á Sunnurún sem að reyna að leggja hann út, gengur ekki. Við sjáum að framleiðið er nánast allt tilbaka. Er ekki framleiðið líka tiltölulega nýtt kvennalið á nýjum stað og eru reynda búin að gera ótrúlega vel á stuttum tíma í kvennafótunum. Hafa verið ef ég man rétt í samstarfi við IR í yngjaflokkum hvernig svona allavega á Stóravöll eitthvað undanförnum árum. Júlíana Páletti fær hann hérna upp í hægra hornið. Leggur hann tilbaka á völu. Vala í fyrsta fyrir í beint í fangi á Berg. Þannig vantaði árás. Vantar ekki að Skagaliðið er að koma sér í fínar og ákjósanlega stöður að svona kannski vantar bara herslumuninn að skapa svona dauða færi. Já. Það er smá vandræði með það, boltinn tilbaka á Mattisson. Skiptir yfir á Selmu, Sunna. Vel gert. Já, leikurinn fær að fljóta, hann ætlaði annars hefði hann dæmt á þetta. Gefur merki hagnað hérna.
Erna Björn þarf ekki einu sinni að fleyta honum áfram. Júlíana upp í hornið á Völu. Það þurfum að koma okkur inn í. Já. Vala aðeins og lengi að þess að hvað missir hann frá sér. Boltinn sér rekkur af henni og í fangið á Liljönu Börg. Enn og aftur skapast hætta hægra megin í gegnum Völu. Heldur betur. Halda því áfram. Halda áfram að sækja á þetta. Mattisson skallar þetta frá Sunna Rún síðan vinnur boltan á Völu. Vala reynir að koma honum hérna fram öllin, gengur ekki, vinnur innkast. Elvira kastar þessu lágt, boltinn bæst hérna inn á miðsvæðið. Selma Dögg lyftir honum fram á við. Bryndís með nógan tíma hérna út til hægri á Völu. Vala fyrir árásina, Írena sér við henni að þessu sinni. Vinnur innkast. Hálftími liðinn og svona, maður hefur að pínu tilfinningu að svona sé að kannski liggur ekki í loftinu en það er alveg að fara að liggja í loftinu mark. Já, mér finnst að hafa bara öll völd á vellinum, öll tök á vellinum. Þannig að eins og segist, framherjarnir á þeim eru sterkustu leikmennir og meðan þær hafi ekki boltan og boltin er á vallarhelmingnum hjá þeim, þá eru við bara í fínum málum. Já, og þegar að, eins og maður hefur séð þeim þetta, þegar að Alda hefur komist í boltana þá hefur hún nánast engan tíma, þá Anna eða Mattisson alveg í bakinu á henni og sama í rauninni með Muriel. Já, og ég held að það sé pælingi með að setja Matti í hafsendin af því hún er stór og sterk að reyna að vera að díla við þessa löngu bolta hjá fram upp í framherjarni hjá þeim. Já. Bara mjög klókt. Já, þetta er kannski einmitt einn af þessu leikjum þar sem að sko, Birna Rún hefur verið að spila mikið í hafsendinum í vor og spila vel. Þetta er engin áfellisdómur en sko einmitt bara eðli þessar framherjar sem að framliðið er með. Kannski bara að hafa orsaka það að þessi breyting. Ég er nefnilega komið inn á það með Mattisson hefur náttúrulega spilað frábærlega þegar hún verið inn á miðjunni. Nýtist liðinu mjög vel þar. Og mun að öllu líkindum spila fleiri leiki á miðjunni en í hafsend. Mun líklega. Þannig að en framliðið að komast hérna fram fyrir miðju í bara fyrsta skipti í svona tíma. Já. Anna Þóra skallar þetta frá. Eyrún með boltan inn á fjær. Vala kemur þessu frá svona nokkurn veginn og það er frængur Sunna og Bryndís hjálpast að við að koma þessu frá, gengur ekki nógu vel en þá, að það kemur að Bryndís skallar þetta frá og Selma í smá vandræðum hérna. Muriel Tírnan pressar á hana. Eyrún Vala. Eyrún reynir fyrir gjöfina, boltinn hrekkur á Öldu sem að fellur við. Þarna vilja Framarar fá vítaspyrnu. Það var pínu líkt. Við sjáum þetta aftur hérna þegar að róast hérna og sem að ætti að vera bara núna. Þetta var allavega tæft. Já, ég ímynda mér að það er sókn hérna á frömmurum. Alda í skallan og Kilil ver. En við getum þá séð núna aftur. Við erum báðið nokkur hlutdrægir þannig að
og hefðu við ekki vilja að fá víti hefði þetta verið hinum megin, nær að stinga sér hérna framfyrir og það virðist nú vera þetta báðar sko. En síðan kannski verður metið þetta bara sem árakstur. Og síðan kemur í rauninni skallinn hérna frá Öldu síðan. En við sáum svo sem að framararnir voru ekkert svona, kannski af því að þeir héldu pressunni að það voru kannski mótmælin ekkert eitthvað rosalega sko. Já, en kannski skall þarna hurðnari hælum hjá Skagaliðinu. Já, þess að færa sig upp á skafti núna, gestirnir. Telma finnur enga aðra en Sunnu Rún. Sunna horfir yfir til hægri, þar Vala, nær að taka hann með sér í hlaupinu. Guðlega treyjur á tegnum, Vala tilbaka á nú bara koma hann inn í. Elviru. Hárbolti inn á markinu. Erla Karitas tekur sénsinn á fjær, fær boltan til sín, leggur hann tilbaka á Selmu. Selma nær að taka snertinguna, kemur með hann inn á fjær og Bergi. Skrítið flug á þessum bolta. En Bergi er vel í að grípa þetta örlítið utar. Það voru þarna hlaup. Það voru að koma hlaupinn á fjær. Þetta virðist vera svona okkar mesta hætta. Það eru þessi krossar úr djúpunu sem að markmaðurinn treysti sér ekki að fara út í. Það hlýtur að vera dæmt aukaspyrna, já. Réttilega dæmt þarna. Brotið á Eriku Rún. 10 mínútur eftir að venjulegu leiktíma henni í fyrri hálfleik. Mér sýnist þessi bara alltaf að koma inn í. Skagaliðið kannski liggur full attalega finnst mér með línuna, svona bjóða þeim bara í rauninni til sín sko. En Vala hreinsar þetta frábært pressa hjá Völu Maríu. En nær ekki að halda þessu, frábærlega gert hins vegar. Elvíra skallar hennan út af. Já, framliðið hefur kannski aðeins fengið svona pínu sjálfstraust þessar síðustu mínútur. Erna Björt og hún fellur við, ég er engin aukaspyrna, bara innkast. Virtist nú grípa hann lærið á sér hann í augnablik, en rauk svo á fætur. Elvíra kastar þessu fast og vel, Muriel með Mattisson í bakinu hérna, kemur Alda. 1 á 4. Fer í skotið, auðvelt fyrir Kílil. Þetta er svona einmannlegt hjá Öldu hérna. Júlíana tekur annan boltan. Út á Völu. Vala leggur á stað. Eva nær að komast fyrir hana. Tilbaka á Elvíru, Elvíra liftur þessu í áttina tegnum hérna, Erna Björk kemur á Júlíönu, Júlíana er að komast í færi og þetta er rétt framhjá. Frábærlega spilað. Frábærlega getur Ebbu hérna. Enn og eftir sjáum við Erna Björk að taka hann á kassan, hún er svo góð í þessari stöðu. Þetta er bara frábærlega gert. Í rauninni á Júlíana að reyna markmanninn hérna. Niður í fjær. Já. En besta færi í leiknum, held ég að sjá þetta að segja. Bakgrinding fyrir Pirringin, Mackenzie Smith. Bryndís snögg að taka þetta. Það er ekki miklu að þessi nái yfir. Selma dæmbrotleg. Leikurinn hefur verið vel dæmdur finnst mér. Já, mjög vel. Boltinn fengið að fljóta. Dæmt þegar að þarf að dæma en
Og ef mig minnir ekki þá er þetta sami dómar og var hérna á móti Grindavík. Já, það er rétt hjá þér. Það er rétt hjá þér. Greinilega framtíðina fyrir sér. Þessi, sko. Kemur langur bolti inn að vítategnum. Selma skallar frá. Áhugavert að sjá í raun og skiptir ykkur máli hvar er fast leikatriði eða það er aldrei reynt að spila. Þetta er alltaf bara að koma honum inn í teig. Mjög áhugavert. Ekki mörg lið sem maður sér með þennan leikstíl í dag. Nei. Þá kemur Erika Rún væntanlega ætlar að kasta langt núna. Muriel Tirnan mögulega skotmarkið, hún kemur hérna að býða sér stutt og vinnur hornspyrnuna og þetta er hvað önnur hornspyrnan sem framfær í leiknum og síðast tók að vera stutt. Emma býður sig stutt hérna. Og það er Eyrún Vala sem að tekur þetta núna, boltinn fær að detta í teignum, Bryndís, smá vandræðagangur hérna, boltinn hins vegar, komin út úr teignum, Erna Björt, tilbaka á Völu, Vala, reynir langa sendingu fram, Smith, skallar beint á Sunnu Rún, þarna vantar, nei þetta er Erna Björt fyrir ekki, og boltinn tilbaka á Berg, Bryndís Rún, smá skallartennis hérna. Við sjáum að þegar Tiernan fær boltan hérna þá er Anna Þóra bara komin í bakið á henni bara strax. Vel gert af Bryndísi. Bryndís og Erla Karitas fær boltan hérna, kemur inn á völlinn. Fín sending, Vala María nær ekki að, hún hefur kannski þurft að taka sénsinn hann aðeins betur. Írena náði að koma þessu frá. 5 mínútur eftir að fyrri áleik, það væri Við myndum ekki að segja nei við markið núna. Nei. Styttist í hálfleiksræðuna að öllu óbreyttu. Aron, hvað heldur að Skarpi sé að fara yfir hjá sínu liði? Hvað þarf að skerpa? Hvernig finnum við þetta mark? Ég held bara með því að halda áfram þessu sem er búið að reyna að gera. Bara að spila hendi. Ekki... bara halda áfram að spila þessu tempo og reyna að sækja hratt ef við getum, koma boltanum inn í teig af því það eru greinilega þeirra veikleikar og í raun og veru bara ekki halda háu orkustíu, háu tempo í þessum leik. Ég held að það sé svona og bara halda áfram af því að mér finnst það að vera mun betri. Tiernan skallar þetta áfram, Bryndís eins og að tekur boltan nr. 2. Skalið er búið að vera mjög duglegt að taka annan boltan. Erna Björt á Júlíönu, kemur hann tilbaka á Erlu Karitas. Sunna út til vinstri á Selmu. Sunna fær hann aftur hérna, tíma til að snúa. Skiptir yfir til hægri, þar er Vala María, Írena er á undan og nær að koma þessu frá. En seinni boltan, það orsakast náttúrulega mikið af því að fram með 2 framherja og þar lendir bara 2 á miðjunni og þegar við erum með 3 á miðjunni sem eru bara mjög góðar í því að vinna seinni bolta. Þannig að við höfum alltaf að vera með auka mann í þessa seinni bolta. Sunna skallar þetta áfram, Erna Björt í baráttunni og þetta endar hotspyrna sem að Skagaliðið fær. Nú kemur mark. Já, við heyrðum það fyrst hér. Og það er Sunna Rún sem fyrr sem að tekur Mattisson kominn inn á teginn, Anna Þóra ekki. Sunna lyftur þessu inn á teginn, Júlíana vinnur fyrsta skallan og nær ekki að stýra þess að markinu. Og Mattisson hérna ekki langt frá því að þetta var erfitt að ná þessu á markið. Og enn og aftur
Það er bara stilt upp í langa spyrnu. Já. Svolítið svona 2010. Já, þetta er líka bara því að íta öllu liðinu upp og sparka sko, oft stilla liðinu upp eins og sé að fara að spila og sparka svo. Já, kemur framlið í smá pressu. Anna Þóra finnur Ernu Björt eða hvað. Þannig að framliðin er að halda þessu. Vala í pressunni og innkast sem framliðið fær. Skiptir yfir til hægri, Selma les þetta vel. Silvía út á Eyrúnu, en Selma gerir þetta vel, vinnur boltan af henni og þetta hlýtur að vera eitthvað spilna, já. Eyrún Vala dæmd brotleg. Mínúta eftir, væntanlega bara engu bætt við, myndi ég halda. Það hefur ekki verið eiginlega neitt einasta stopp í leiknum. Ótrúlega gott flæði í þessu, ég held að þetta verið síðasta sóknin. Já. Bryndís lyftir þessu út til vinstri. Silvía skallar frá á Eyrúnu. Bryndís fær hann til sín aftur. Spila. Sunna og Anna Þóra yfir á Elvíru. Elvíra undir pressu, gerir þetta frábærlega, setur hann upp í hornið. Vala eftir, en það gerir Erika Rún líka. Gríðarlega sterk þarna. Erika Rún fyrirliðið þarna. Mættist reynsla og ungviðið. Og reynslan hafði betur. Og væntanlega er þetta bara síðasta spyrnan, myndi ég halda. Þessi markspyrna. Nei, það er kannski 1 mínútu bætt við eða svo. Vala missir hann aðeins frá sér þarna og innkast. Vel gert, við erum að vinna alla seinni bolta. Alltaf. Virkilega öflug. Já, Júlíana nær þessum, kemur hann á Selmu. Hún á Sunnu, það er Bryndís. Vala úti hægra megin, sendingin nú aðeins og innanlega. Já. Er þetta bara... Skarpi mikið að kalla inn á höldum tempói. Þetta er svona dropinn hóla steinin dæmi. Já. Og hérna bara trú á leikplanið og trúa ég að þá bara í rauninni bara, já, treysta því leikplaninu bara. Svona ætlum við að spila og við þá skorum við og vinnum. Heldur betur. Það snýst bara um að halda áfram svona, halda áfram í seinni hálfleik, markið kemur. Allan með þessa frammistöðu. Búið að vera 4 fyrri hálfleikur þrátt fyrir að staðan sé bara 0-0. Og tvö bara góð lið og við hvetjum ykkur að sjálfsögðu áhorfendur ekki til þess að vera ekkert að fara neitt allt og langt. Við komum aftur með síðari hálfleikinn hérna eftir cirka 15 mínútur. Já, bara njótið einhvers á meðan.
Já, komið sæl aftur, velkomin áhorfendur og framöndan hérna síðari hálfleikur í leik Ía og Fram í lengjudeild kvenna. Einum leik lokið nú þegar, það IBVF Grótta. Aron, sá leikur hvað endaði 3-1 fyrir Gróttu? 3-1 fyrir Gróttu, já. En IBVF áfram stiga lausar? Já, ekki kannski alveg byrjunu sem þær eftir sér í komandi úr efstu deild. Nei, það kannski áhyggju efni fyrir þá sem að kannski, þetta er náttúrulega, við erum að tala IBVF var eitt af stóru liðunum og hefur verið eitt af stóru liðunum í kvennaboltanum undanfarna áratugi kannski. Þannig að kannski er eitthvað að gerast í fótboltanum í Vestmannaeyjum, það er kannski, og miður skemmtilegt kannski. Já, það er svona, kallaliðið byrja líka að ströggla í lengjudeildinni og kvennaliðið sömuleiðis. En engar skiptingar sýnist mér sömu lið áfram og já, við gerum ráð fyrir því að Skarpi hefur bara sagt áfram gakk, bara höldum áfram. Höldum áfram. Halda áfram að koma boltanum inn í tegin, halda áfram að vinna seinni bolta, halda áfram að verjast almennilega, bara Já, skagaliðið er þannig skipað að í markinu Kilil Keswar í vörninni hægri bakur Elvira Agla, Mattisson og Anna Þór eru hafsendar og Selma Dögg úti vinstra megin. Á miðjunni það er frængur Sunna Rún og Bryndís Rún og samt Júlíu Pauletta sem er svona framalega á miðjunni, fremstu þrjár Vala María hægra megin, Erla Karitas vinstra megin og Erna Björt upp á topp. Það er einlega spenningur að byrja hálfleikina því að dómararnir ekki ennþá komnir. Já. En já, þeir ættu nú alveg að vera spenntir líka því að þeir voru búin að standa sig líka bara ljómandi vel. Kannski eru þeir að liggja yfir upptökunni af víti eða ekki víti. Ekki víti, mögulega. Við hérna vorum að spjalla með einhverja gárunga hérna og við erum með þetta ennþá hérna. Það væri nú bara gaman að... Já, góðvinur minn Ragnar Þór Gunnarsson, hann vildi alltaf með þetta væri víti. Já, nótabene, hann er Skagamaður. Hann er Skagamaður, já. Hann er jafn hlutdrægur og við. Já. Það virðist vera Selma Dögg fari, hún ábyggilega. En hefur örugglega létt að heyra ekkert hljóð þarna í kjölfarið. En þá er... Og ég ákvað við það, ég hef aldrei heyrt Ragga ljúga. Þannig að við getum alveg treyst því, ef hann sagði að þetta var víti þá öllu líkjum er þetta víti. Algjörlega, en það sem skiptir mestu máli að Ágúst Hjalti var ekki á þetta að vera víti og þar á leiðandi er þetta ekki víti og þar á leiðandi er staðan ennþá 0-0 hér. Heldur betur. Skagaliðið byrjar síðari hálfleikinn. Framliðið þannig skipað að Lilíana Berg í markinu. Í miðri vörnin er Erika Rún og Thelma Steindórsdóttir. Bakverðir Silvía Birgisdóttir og Írena Björk. Síðan það enn á miðjunni Eyrún Vala úti hægra megin, Eva Stefánsdóttir úti vinstra megin, Mackenzie Smith og skal ég segja ykkur Emma Björt enn á miðri miðjunni. Síðan það tvær frammi Muriel Tiernan og Alda Ólafsdóttir. Skagaliðið byrjar á að sækja Alda. Boltinn kominn á Muriel sem að næra komast inn á teginn, reynir fyrirgjöfina. Anna Þóra smá vandræðum að koma sér frá, beint aftur á Tiernan. Hún síðan með boltan út í teginn og Kilil slærar hann þarna út í teginn og Erla Karitas sýndist mér sem að koma hann síðan áfram og út af. Þrátt fyrir að við séum nú sammála það, Aron, að Skagaliðið hafi verið betri aðilinn í fyrri hálfleika, þá má ekki gleyma því að í rauninni framliðið fékk mögulega besta færið í leiknum. Þannig mjög stuttu eftir ég lík því nú kannski. Það var nú sennilega án Júlíana Pauletta sem að fékk besta færið í leiknum fyrir Skagan, en framliðið þrátt fyrir að þær hafi kannski ekki hefur verið aðeins undir, en þá er það mjög hættulegar og ekki síst með þessa framherja sem við höfum verið mikið talað um. Heldur, þær eru bara klárlega þeirra tveir sterkustu leikmenn og þær spila mikið upp á þær. Við höfum haldið þeim í skefjum stóra hluta leiksins
En eins og ég segi, þá þarf ekki mikið til fyrir það til að koma sér í góð færi. Sunna hreinsar þetta frá. En þá frekar bara halda einbeitingu í varnarleiknum, þó svo við séum mikið með boltan. Emma beint á Selmu, Selma síðan lyftir honum fram. Boltinn laus hérna, Eyrún Vala uppi í loftu. Bryndís skiptir yfir til vinstri. Erla Karitas. Ágætlega gert þarna hjá Silvíu. Áfram kalla skarpi tempó. Það var einfalt gameplan að kalla inn á völlin. Já. Það ættu flestir að skilja hvað það meinar. Og sjáum að Skagaliðið liggur mjög framalega, það er pressa hátt. Hálfleikur hjá, hvað var það, Afturhelding Grindavík? Já, 0-0. Við höfum ekki tölur úr öðrum leikjum. Sunna vill fá aukaspyrnu, fær ekki. Þá er það Týrnan. Reynir skiptinguna, Elvíra, Agla, vel staðsett. Eldur betur. Missir boltan hérna til Evu. Eyrún. Og Smith áfram yfir til hægri, Silvía. Vel gert hjá Erlu Karitas, nú er bara að og hún tóði niður. Það var Smith sem að toga hana hana niður. Örlítið meiri ákveðni í framliðinu núna í svona upphæðu síðar á leikseldur en var lengst af í fyrri áleik. Júlíana. Erika kemur sér frá Sunna og hver er þetta innkast, það er Skaginn. Júlíana farið í baki á henni. Og nú spurning hvort að þetta er nú komið á þannig stað að þetta væri nú mögulegt að koma þessum bolta inn á teginn. Nú setjum við bara inn í box. Mattisson ekki að fara fram að þessu sinni og gerir það nú í hotspinnunum. Sunna Rún. Sjáum að varnarlínan er aftarlega þannig að það er hægt að koma þessum bolta nálægt markinu. Muriel Týrnan skalla frá og hver var það sem átti þennan skalla? Það var Selma. Hann endar hjá Berg. Eyrún tilbaka á Írenu. Góð pressa. Já, sendingin hennar beint á Elvíru. Frábælega gert hjá henni. Já, Mattisson og Elvíra. Tæpsending hjá henni, boltinn í gegn og aukaspyrna dæmt á já, Bryndís er það. Er þetta ekki að Sunnu? Sunnu er hún. Já. Alda hárspreitt frá því að komast að vera að sleppa hana bara í gegn. Já, framliðið er að koma sterkt inn í síðari hálfleikinn og ég verð að gera athugasemdir við hvað Skaga varnarlínan er að hleypa þeim nálægt í þessum stöðum. Erika kemur sér aftur inn í pakkan en Erla Karitas síðan kemur sér frá, fær boltan til sín aftur. Setur hann út til vinstri. Írena losar hann fram á við. Anna Þóra á Selmu. Alda nær að snúa fyrir skotið og stórkostlegt mark
Alda Ólafsdóttir óverjandi fyrir Kvílil í markinu, en þetta ekki byrjunin á síðara hálfleik sem að Skagalið vildi sjá. Nei, klárlega ekki, en þannig ekki að taka neitt af, en þetta frábært mark. Já, það hörku, það eru gæði, ekkert nema gæði. Já. Eins og við töluðum á, það þurfi ekki mikið til þess að búa sér til færi og búa sér til pláss. Já, nú verður forvitnilegt að sjá hvernig Skagalið bregst við. Já, þetta Já, þeir komu nú tilbaka fyrir austan úr 3-1 stöðu og jöfnuði 3-3. Komar ekki líka tilbaka í bikarleiknum daginn, 1-0, 1-1 eða ekki? Jú. Og Selfossleiknum, þannig þetta er langt frá því að vera eitthvað heimsendir, bara áfram gakk. Halda tempóinu og halda áfram að gera það sem hefur gengið vel. Þetta Karitas með sendingunni gegn fyrir Ernu Björk þarna, en tilbaka í fangi á Liljánu Börg. Telma upp til hægri. Eva inn fyrir á Tírnan síðan með sendingunni yfir á fjær. Alda frábærlega gert hjá Elvíru Öglu enn eina ferðina. Og Vala vinnur innkastið. Erna Björk gerir þetta vel, kemur á Júlíönu, Pállauta. Tókaði hérna aðeins þarna, en Sunna tilbaka á Önnu. Alda náttúrulega þvílík markamaskína. 94 mörk í 184 KSÍ-leikjum. Og í annari deildin í fyrra 33 mörk í 20 leikjum fyrir Fjölni. Það er bara eitthvað, það er ótrúlega. Og einhver af þeim mörkum voru nú á móti Skaganum. Og skoraði meðal annars 8 mörk í 7 leikjum í lengju bikarnum núna í vetur. Og kemur spyrnan á Sunnu, boltinn út úr teiknum. Og síðan voru fréttir þess efnis í vetur að Keflavík hafi reynt að kaupa hana, þá hún sé nú nýkomin í Fram og að Keflavík vildi fá hana í efstu deild. Þannig að þetta er hörku framherji. Já. Og ekkert dæmt þarna. Gengur innkast sem Framar að vega. Alda, hann er að framleggja þetta hérna, en Mattisson les sendinguna. Tírnan. Smith sendir hann hérna upp í hægra hornið. Silvía elta, en Selma döggar á undan og Kílíl síðan upp í loft. 10 mínútur liðnar af síðari hálfleiknum. Gestirnir leiða með einu. Erika tilbaka á Berg. Eirún kemur inn á völlinni hérna, sendir hann langt fram, beint á kollinn á Mattisson. Eva tekur frákastið. Anna Þóra kemst hérna vel fram fyrir Öldu, vel gert.
vel gert hjá Völu Maríu. Kemur boltanum á Ernu Björn, Erna að þrengt þarna og Smith leggur hann tilbaka. Fjær, þarna vilja Skagakonur fá hendi. Ég held nú að við höfum nú ekki verið með gott sjónarhorn á þetta, en við skulum kíkja samt. Ég veit ekki hvort að þetta sést hérna, kemur sendingin löng hérna frá Elvíru og sko, það náttúrulega bara málið. Já, og fyrir utan það, hvort sem ef að boltinn snertir hendina, þá þarf að meta, sko. Er þetta viljandi hendi, óviljandi hendi, hefur það áhrif, ekki áhrif? Hvernig staðan á hendinni og eitthvað svoleiðis. Já. Og þetta var einfaldara þegar við vorum ungir. Já. Og það já, Eyrún Vala komin hérna yfir til vinstri. Það var skipt kant virðist vera. Hún og það er orðið einhver svona taktísk breyting. Já, mér sýnist svona hvort það séu farnar í þriggja manna vörn. Já, og Eyrún og Silvía orðnar svona bakverðir. Já. Og Írena Björk kemur inn sem þriðja hafsend. Já, þétta miðjun og konum með 3 á miðjunni. Enda, ég ætlaði einmitt að fara að segja að þær eru fannar að vinna meira af þessum öðrum boltum sem að Skaginn átti nánast með húð og hári í fyrri hálfleiknum. Júlíana, sterk hérna. Erla Karitas kemur utan á. Og hotspinna, Írena með fína tæklingu hérna. En þá er einmitt spurning að reyna að finna þessi svæði fyrir aftan vangbakverðina. Já. Sýnist að vera Kaja sem ætlar að taka þessa hotspinnu. Góða bolti inn að Martein og þetta er skalla frá að frömmurum og Vala í pressunni hérna en fram að þetta innkast. Írena snögg að taka þetta. Eva tilbaka á Írenu. Írena síðan reynar ekki að finna Öldu. Vala undir pressu, Eyrún pressar hérna vel. Fýtt bolti hjá Völu. Fram í áttina Ernu Björn. Skaginn lítur að eiga þetta, já. Elvíra kastar fram á Ernu Björn. Hann hefur lítið pláss. Tyrnan reynir sendinguna fram á Evu, gengur ekki. Alda gerir þetta vel, er að snúa hérna, finnur Evu. Eva reynir að finna hana aftur, gengur ekki. Erla Karitas, Erna Björn að þrengt hérna og brýtur af sér en leikurinn fær að fljóta. Silvía, Eyrúnu. Mattisson skallar þetta fram. Júlíana, þetta er allt tölvöld erfiðara núna. Nú þurfum við að fara að finna lausnir á því, á þessari breytingu hjá þeim. Erla Karitas nær ekki að finna Völu. Eyrún lesið þetta ágætlega en Skaginn á þetta innkast. Við erum ekki að koma okkur í það stöðu eins og við gerum svo vel í fyrri hálfleik. Þannig við þurfum að finna ykkur á lausnir.
Varamannabekkurinn eins og hann leggur sig, við laður á stað í uppbytunina. Erla Björt í sendingunni yfir Erlu Karítas gengur ekki, skalla frá, Selma tekur frákastið. Finnur Erlu Karítas, móttakan sveik hana hann aðeins, hann fær hann í annari tilraun en Emma vinnur boltan. Hann gett hjá hannu. Gett hjá Sunnu, brotið á henni, hann gerir þetta skynsamlega. Varamenn Skagaleysins, þar eru Birna Rún, Kolfinna, Dagbjört Líf, Lilja Björk, Unnars, Ylva Lagstad, Telma Björk. Hver finnst þér svona líklegust til þess að koma inn, til þess að kannski að það er kannski ekki mikil ástæða til að breyta mannskap? Er það meira kannski að finna einhverjar svona taktískur, mér sýnist einhver hreyfing á varamannabekkjunum? Jú, það er hjá Fram. Það er leikmaður númer 17 að koma inn á, Birna Kristín Eiríksdóttir fyrir Emmu Björt Arnarsdóttur. Það er líka einhver hreyfing á Skagamönnum. Sýnist þetta að vera Telma Björg Rafgilsdóttir. Nú er hún svona verið inn og út úr byrjunliðinu. Það er Dagbjört, sýnist mér. Er þetta Dagbjört? Já. Já, það er rétt hjá þér. Þá er það Fram. Og þá er skipting hjá Skagaliðinu. Vala. Já. Kaja komin yfir. Vala María átti fínan leik hérna, sérstaklega í fyrri hálfleik. Já, mjög öflug í fyrri hálfleik. Og Dagbjört Líf Guðmundsdóttir tiltölulega nýlega komin til landsins. Svona til þess að gera. Já. Frá Bandaríkjunum. Hún kemur á miðjuna, ég held að Juliana farið þá á vinstri kantinn. Skagamenn gera einnig breyting á sínu liði, út að kemur leikmann með 53, Vala María Guðmundsdóttir, og inn á hennar stað kemur leikmann með 14, Dagbjört Líf Guðmundsdóttir. Spurning hverju þetta breytir, hvort að Skarpi sjá einhverja möguleika þarna sem að hvaða breytingar finnst þér þurfa að gera? Það er búið að þétta miðjunni á Fram. Já. Sem að var í rauninni svona yfirburðið Skagans þetta er í rauninni klókt hjá þjálfarateymi Framara. Hvað þurfa Skagamenn að gera til þess að svara þessu? Nú þurfum við að koma bakvörðunum aðeins hærra upp til þess að því að það er plássi núna á sikkoru kantinum, koma þeim í sóknastöður af því að það eru bara einn á kantinum núna. Þannig að og ég held að þessar fyrirgjafir sem Elvíra var að taka í fyrri hálfleik, þær séu ennþá góðu möguleiki og ég held og hún Julia er náttúrulega mjög öflugur skallamaður, þannig að og góð inn í tegnum. Þannig að við þurfum bara að halda áfram að koma boltanum í þau svæði eins og við gerðum svo vel í fyrri hálfleik. En Alda Ólafsdóttir að stríða, hún er að komast í eitthvað stuð, vinnur aukaspyrnu hérna. Eyrún Vala að taka þetta. Þetta sé að komi fyrir gjöf inn á fjársvæðið. Uriel Tyrnan sé hann fyrir markið og Mattisson Schwarzenberger setur hann í horn.
Það er Eyrún sem að tekur hornspyrnuna. Smith fyrst á boltan. Dagbjörn síðan nær að hreinsa þetta frá. Þrýstir Skali fram. Berg leysir þetta þægilega fram. Ekki ræta vel. Eyrún og til hægri. Alda setur hann fastan fyrir og Muriel þarna við það komast í skotstöðu, náði því ekki og boltinn berst á endanum til Khalil Keshwar. Það tekið gríðalegum framförum í spörkum frá því hún kom. Æfingi skapað meistarann. Já. Steini að gera góða hluti, markmannstjálfari. Og Irena, það er þetta Silvía líklega, Silvía, já. Og aukaspyrna dæmd á Skalið, það skil ekki neitt. Það er kannski sé þetta aftur hérna, Selma. Hvað er það sem gerist hérna? Já, þetta er eitthvað sérkennilegt en aukaspyrna eins og að dæmd og á hættulegum stað. Og nú er sem að varnarpakkin er komin alveg inn í markteig. Boltinn inn að markinu en Khalil grípur þetta. Kottum með það. Og nú vill Skalið sækja hratt. Flott spyrna frá henni. Erna Björk kemst undir þetta, missir hann frá sér. Dagbjörk kemur á ferðinni. Fín pressa og Irena setur hann út af. Lilliana reynir fyrirgjöfuna, fær hann í sig aftur eða hvað. Og markspyrna dæmd á endanum. Ég held þetta hefði verið rétt. Er það? Já, þetta er svona mín tilfinning. Hann er að austan hann á línunni, sko. Já, ok, þá klikkar hann ekki. Nei. Og ég er nokkuð vissum að síðan eins og pabbi sinn að þá hefur hann rétt fyrir sér. Já, ok. Þú þekkir hann þess að í alvörunni. Hvort sem hann hefur rétt fyrir sér ekki. Ég þekki pappan, sko. En ef hann er að horfa á byrði kærlega heilsa mækki minn. Nei, hann var metið frá þessu. Við treystum hann fyrir þessu. Hann gaf sér líka bara tíma til að hugsa þetta. Og þessi sending frá Dagbjörtu og först 20 mínútur eftir. Það þarf eitthvað að fara að gerast. Já. Alda og Elvíra með báðar hendur á henni. Og enn er það að fá. Já, við getum ekki verið að brjóta þeim endalaust á þessum stöðum. Það er að snúa baki í markið sitt, bara að halda og beina þeim tilbaka. Slögsending, minnst að þetta fær í dómara leiksins. Erna Björk kemur á ferðinni. Nú þurfum við að koma með henni, sko. Fulla ferð. Sunna kemur á ferðinni. Elvíra með líka úti hægra megin. Rámstæðar. Eyrún gerir vel. Mattisson. Hann hafði áhrif á leikinn þarna. Já, sammála því. Þetta er bara innkast. Já. Hann er alltaf ekki að dæma neitt óþarfa. Nei. Hann er vist ekki við. Hann er... Dagbjörn, tung snerting en frábærlega gert. Þetta Erla Caritas
Sendingin síðan á Dagbjörtu. Fær hann aftur. Kemur hún inn á tegin. Erna Björk, henni er nú svona reynt úr stöðu þarna. Löglega mati dómarans. Það getur Sölmu. Hot. Sérðu? Ég langar bara að sína þetta. En nú þurfum við að láta þetta hot telja. Já, algjörlega. Það er Erla Karítas sem að tekur spyrnuna. Á fjær. Á fjær, skalla frá. Hver tekur annan boltan? Erna Björk leggur hann hérna út til Elvíru. Elvíra síðan inn á tegin. Mattisson er rangstæð. Ég held að Muriel sé búinn að skalla öll hornin okkur á förstu leikatirinn okkur í burti. Alda að sleppa hérna inn fyrir Önnu. Sunna kemur í varðdekninguna. Mattisson kemur sér síðan frá. Júlíana nær að halda þessi inn á eitthvað. Aukaspinna. Nei, enga stæmt. Hörkuleikur hérna í höllinni, það er nokkuð ótrúlega fjöru með það að það er breytt mark komið í hann og kannski ekki brjálæðislega mörg færi en það er mikil ákjæf og þetta er svona, já, þetta er hörkuleikur. Já, tvö sterk lið. Selma lyftir þessu inn í áttina að teiknum. Írena spillir þessu frá. Bryndís tekur hann niður. Setur hann upp í hotnið á Erlu Karítas. Nær að halda þessum inn á köttar hérna inna en Eyrún gerir frábærlega í að loka á hlaupaliðina. Skaliðinu ekki tekist að skapa sér færi í rauninni í síðara hálfleiknum. Eitt svona marktækt færi í leiknum. Tjöfnan á Eyrúnu, Eyrún séðan inn fyrir á Evu, frábærlega gert hjá Mattisson. Við höfum þetta engast. Já, frábærlega gert. Bryndís gerir þetta vel hérna. Bryndís meðan í fyrsta hérna yfir á Júlíönu. Páletta komin inn fyrir Silvíu, snýr við. Fer á hægri, fer í skotið, ekki svo aðeins, þetta var vel góð sókn, vel útfærð sókn. Mjög vel gert, góð frábær skipting og góð stað sem við komum okkur í þarna. Já, vantaði bara gæðin í skotið, þarna hjá Júlíönu Páletti. Dómarinn farin að minna Liljönu Berg strax á að vera ekkert að hangsa of mikið við þetta. Hún er líka fann að taka sér full langa tíma svona með að það er ennþá 15 mínútur eftir. Selma aftur upp í hotnið á Júlíönu og hún finnur Sunnurún, frábær snerting frá henni. Dagbjörk fer á vinstri fótinn, fer í skotið! Frábær sókn hjá skaliðinu og Dagbjörk. Var þetta Sunna með touchið þarna? Virkilega vel gert. Verulega vel gert, sjáum þetta er dásamlegt touch og Dagbjörk, en Lilíana, þetta var besta færi skagans held ég. En
vonandi gefur að heimaliðinu smá sjálfstraust hérna. Það er alltaf að tala um að mörk breyta leikjum en fær svona færi og góða stöður, góð upplöf geta gefið í rauninni vonu. Heldur betur, það er bara getur gefið þvílíkt búst inn í liðin. Selma lyftir þessu fram, Erna Björt færi nú eiginlega bara easy hálfpartinn. Það er virkilega gaman að sjá þetta eigast við þarna Önnu Þóru og Öldu og köflum hérna. En talandi Öldu þá verðist hún elskað að skora mot IA. Hún skoraði þrennu í báðum leikjunum móti okkur í fyrra. Dagbjört með frábærlega gert. Skotið í hliðanettið! Dagbjört að koma inn hérna. Mikil kraftur í henni, vel gert. Koma sér 2 góð færi. Þessi er að komast hérna fram fyrir og skotið. Þetta er bara rétt fram hjá stönginni. Og færi aukaspyrnuna hér. Það er skipting hjá framliðinu sýnist mér. Já hvað? Nei, þeir eru beðnir að bíða. Það tekur þetta stutt. Elvíra lyftir þessu inn á fjársvæðið. Mattisson. Boltinn dettur í teignum, þar koma þessu frá. Og alla leið til Kilil Keswar. Hún á Önnu Þóru. Var að passa rafstöðuna. Kemur með hann yfir til vinstri. Mattisson nær ekki til hans. Júlíana hins vegar tilbaka á Selmu. Selma í áttina að Ernu Björk finnur hann ekki. Þetta var harkalegt. Og Júlíana Páletti að fá gult spjald hér. Hún fann fyrir þessu. Var það ekki Silvía sem að fekk hann á sig þarna? Var þetta ekki bara slys? Jó, bara boltan og allt það. En svo mikið spurt að því. Þetta var alveg klárlega ekki þægilegt. Nei. Hver er það sem að kemur af velli hjá Frömmurum? Er það Silvía sem að er að koma af velli? Já. Silvía Birgisdóttir. Og er það ekki? Jú. Og í hennar stað. Sýndist þetta að vera 23 á bakinu á henni. Það var svo sem eftir að koma í ljós en mér sýndist það. Einhverjum kannski með það. Þangað til við sjáum það. Jú, 23. Haugfrásjónin hér. Katrín Ásta Eyþórsdóttir. Skalið fær innkast. Maður finnur að það er svona þeim er fara að liggja aðeins meira á hérna. Það sýnist bæði Telma og Ylva að vera að gera sig klárar að koma inn á. Boltinn hérna yfir á fjær, Alda. Bryndís eftir hana. Og lokar á þetta. Elvíra kemur svo frá. Erna Björt vinnur hann fyrir skagan. Sendingin
lítið laus þarna fyrir Júlíönu. Júlíöna finnur síðan Sunnu sem í hlaupinu upp vinstra megin. Sunna snýr við, kemur honum inn á teiginn. Eyrún reynsa frá, Bryndís með tíma. Fyrsta snertingin aðeins skrítin en hún nær að halda boltanum. Fær síðan högg á ristina, sýndist mér. Sunna Rún. Aftur út á Selmu. Selma lyftir þessu inn á fjársvæðið en beint á Liljönu Berg. Sunna. Ekki eftir Sunnu. Hendi. Erla Karítas. Hún fær ekki þennan dóm. Frábær vörn hjá Elvíru. Nei, dæmbrotleg. Leikklukkan í húsinu stopp í einu jakkurinn en okkar gengur 7 mínútur eftir að venjulegum leiktíma samkvæmt okkar klukku. Boltinn inn á fjær og þessi skalli frá hennu berst tilbaka á Kílín. Þetta sleppur. Eyrún skalla frá, beint á Dagbjörtu, fær hann aftur og Sunna í baráttu við Evu hérna. Eva heldur boltanum. Kemur honum inn á Lilju. Birnu Kristínu fyrirgefið. Eyrún með langa bolta fram á Öldu. Eva síðan út á Katrínu. Katrín inn á teiginn. Þetta siglir bara í fangið á Kílín. Þessi er óhár. Og nú spurning Telma Björg sýnist mér vera að gera sig klára hana. Hver myndur að halda að vera að koma út af? Er það Erla Karítas? Erla Karítas eða hún hana Júlíöna. Já. En nú sjáum við að eða jafnvel að sé að fækka í vörðinni til þess að sækja fleiri mönnum. Það er eiginlega ómögulegt að giska á það. Mér hefur fundist, sko, ég var ætlaði að vera að segja núna þegar að Liljanna Berg, hér er stór hætta, 2 á móti 2. Alda fer í skotið og frábærlega klárað Alda Ólafsdóttir. Og ég held að hún sé bara að gulltryggja hér sigur Framara. Því miður. En gæðin svekkjandi að fá þessu þetta marka að mér fannst við vera bara að vinna okkur inn í þetta. Já, ég raun og veru, mér fannst markið bara eiginlega ligga í loftinu, jöfnunarmarki. En þetta er bara þetta er alvöru mörk. Já, 2 óverjandi skot frá Öldu Ólafsdóttur. Telma Björg Rafgeirsdóttir að koma inn á fyrir hvern er það? Erla Karítas. Það er Erla Karítas, já. Já, og stuttur tími til þess að svara þessu. Það halda áfram. Áfram. Það var Ylva Laxdal einnig að gera sig klára. Og það er fyrir Elvíru Öglu. Elvíru Öglu, já. Fínn leikur hjá Elvíru. Líkt og svo sem líkt og hjá flestum í liðin. Þetta er búið að vera hörkuleik. En sérstaklega fyrir hálfleikurinn sem var mjög góður af hálfu ÍR. Seinni hálfleikurinn ekki alveg svona staðist þær væntingar sem maður hafði í rauninni.
En núna erum við búin að fara ekki í vörn, við erum búin að 3 manna vörn. Já, Selma komin hérna yfir til hægri. Hún, Anna og Mattisson. Júlíana vinnur vel tilbaka hér. Allar tilbaka á Kílín, hún undir pressu hérna. Finnur Bryndísi. Tilbaka á Annu. Anna undir pressu. Finnur Mattisson. Selma. Sendingin beint á Elvu. Nei, Rúnu segi ég. Svona, vinnur innkast. Ef Skaginn ætlar að fá okkur svo leik þá þurfum við að fá mark bara mjög fljótlega, held ég. Selma á Ernu Björt. Erna heldur boltanum vel. Tilbaka á Telmu. Telma sé með hann inn á teginn. Boltinn rekkur af Ylfu Laxdal hana. Og það er Fram sem á þetta innkast. En ég held samt að við höfum aldrei afskrifið þetta liða því að oft á tíðum eins og bara á móti Selfossi og Grindavík og fyrir austan að þetta lið það getur verið mjög fljótt að skora nokkuð mörk, þannig að það er bara mjög mikilvægt að halda áfram. En þú þekkir þetta, Aron, það styttist í að þú fáir það hlutverk að velja mann leiksins. Já, það var erfitt síðast, það er ennþá erfiðara núna. Já, síðast varstu allavega að við komum með markaskorara fyrir 90. mínútu og eitthvað svona. En það er svona, menn þetta er ekki bara einn tóm sæla að sitja hérna, sko. Þannig að við þurfum að fá að svitna eitthvað aðeins. Já, þetta er... Björn gerir vel. Erna Björn eldir og Enborg tekur þetta upp. Mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Svona. Það er ekki að komast fram hjá Smið. Telma í baráttunni við Tyrnan hérna. Tyrnan gerir þetta vel, gríðarlega sterk. Og vel gert Telma. En innkast sem að Fram og það er skipting hjá Frömmurum. Alda að koma að velli, heyrist mér. Frábær leikur hjá Öldu Ólafsdóttur. Hún var kannski ekki mikið ábyrgandi svona stóran hluta leiksins, en hún skoraði 2 mörk úr bara virkilega góðum sóknum sem að gera hana frábæran framherja. Já, þetta er einmitt sko, þetta gæði framherjan og oft mælt í einmitt bara nýting á færum og þessar afgreiðslur hjá henni báðar frábærar. Leikmaður númer 25, Telma Lind Steinarsdóttir sem að kom. Fram gerir breytingu á sínu liði, út eftir leikmaður 3, Alda Ólafsdóttir og inn á í hennar stað kemur leikmaður 25, Telma Lind Steinarsdóttir. Kílín kemur út úr markinu, heyrðir þetta. Hvað með hann? Kemur langur fram. 3 á móti 3, Erna nær ekki að fleita hann áfram, Ylva hins vegar enda með hann. Ylva snýr. Reynir að finna Telmu, gengur ekki. Og Eyrún á Tyrnan, skiptir yfir á Silvíu. Nei, þetta er varamaðurinn Telma Lind. Nær ekki að komast fram í Önnu. Og þetta er hendi líklega. Já. Skagaliðið ekki að baki dottið ennþá. Komin 1,5 fram yfir venjulega leiktíma. Anna. Er það bara leið eitt sem virkar. Sendingin.
og nú spurning hvert boltinn að fara, hann fer í rassvasann og þetta rautt spjald á Mattisson. Sko þetta er harður dómur, hún að reyna við, þetta bara aukaspyrna, mestalagi gult spjald, þetta og nú skulum við kíkja á þetta aftur hérna, sérðu bara hvert boltinn að fara, á Týrnan möguleika á boltanum. Þetta bara þvæla sko, og ekki bara það að hún fór rautt hérna og loka mínútu, heldur hún í leikbanni í næsta leik sko. Þetta fannst mér ekki réttlætanlegur dómur allavega. Ég skil reiði Skarpa á Steina. Já, þetta staðfestist hér með og þetta þýðir einn leikur í bann, mögulega meira, kannski ekki. Nei, þetta bara einn leikur. Sennilega, af því að þetta ekki fyrir grófan leik. Boltinn hrekkur hérna út í teginn, Bryndís með frákast hér, skildi þetta blása skaliðinu, móð í brjóst, nei, Erna Björk dæmd á rangstæði hérna. Og nú ansi svona lítið eftir, held ég að ekki verið mikla tafir þó að það verið einhverja skiptingar. En Aron, maður leiksins, liðið heima. Maður leiksins í mjög jöfnu liði Skagamanna held ég að ég velji Selmu Dögg. Hún standa sig mjög vel, dugleg sóknarlega og góð varnarlega. Þannig hún stóð sig vel eins og það voru margar góða frammistöður þarna. Mér fannst Hafsendarnir líka góðir stórum hluta leiksins. En hvað það sem að skildi liðin að hérna í dag? Það bara gæðin í færunum. Ég held að það sé bara eina sem skildi liðin að. Ég fannst reyndar hrós til Framara, þeir brugðust mjög vel við í hálfleiknum og breyttu aðeins leikjárunum sínu og svoleiðis. En í raun og veru var þetta bara gæðin í þessum færum tveimur sem að skildi liðin af. Talandi það, við skulum rifja upp mörkin. Alda Ólafsdóttir með þau bæði fyrst á 52. mínútu. Frábært. Skot gjörsamlega óverjandi. Mattisson gerir hvað hann getur að loka á hana, en síðan á 85. mínútu í rauninni innsiglaði Alda örlög Skagakvenna. Mattisson bakkar kannski full mikið frá henni þarna, hleypur henni í rauninni inn í teginn og leikmaður eins og Alda, þarna fær hún bara horfa markið, setur hún bara niður í fjær. Það var síðan á svona í uppbóta tíma sem að þetta gerist hér og Mattisson hún að hlaupa sko í áttina að svo hliðalínunni. Þetta hefði verið hægt að sleppa þessu. Já, og Anna líka komin hann rétt hjá henni, þannig að ég finnst þetta bara að vera helvíti hart rautt spjald. Afsakið blóðið. Já, en það kannski verðt að minnast á hvað næst hjá okkur. Við getum með því að, og þið getið fylgst með því áhorfendur góðir á iatv.is og þá getið þið fylgst með dagskráni hjá okkur og það ein útsending framundan í maí. Það Kári gegn KFK fimmtudaginn 30. maí hérna úr Akraneshöll. Sá leikur hefst 19:15 og við sjálfsögðu ætlum að vera á staðnum þar. En Aron Ýmir, takk hérlega fyrir samveruna í kvöld. Takk sömuleiðis, þetta hefði viljað önnur úrslit en skemmtilegu leikur engu að síður. Heiðar Mar Björnsson sem var á kamerunni hjá okkur, hann þakka honum kærlega fyrir hans störf. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bið ykkur vel að lifa þangað til næst. Takk kærlega fyrir okkur.